Góðan dag. Í þessum þætti að 3D-prentun 101 ætla ég að fjalla um val á 3D-prentara. Þannig að kíkjum aðeins á það. Svo í þessum þætti ætla ég að fjalla aðeins hvað maður þarf að spá í þegar maður ætlar að kaupa sér 3D-prentara. Og það fyrsta sem ég myndi spyrja að væri hvort að áhugamáli snýst 3D-prentarana sjálfa eða hvort að þú vilt nota bara 3D-prentarana sem tól til þess að 3D-prenta hluti sem er partur á áhugamálinu eða eitthvað sem þú vilt gera fyrir vinnu eða eitthvað slíkt. Og ef við byrjum á að fara aðeins yfir hvað það þýðir að vilja hafa 3D-prentaran sem áhugamál, þá myndi ég alltaf mæla með því að skoða að kaupa 3D-prentara sem er í kitti sem að þú setur saman sjálfur. Og það er hægt að gera það á mismunandi vegu, það er mörg kit hægt að fá frá mismunandi framleiðendum og maður þýðir þá að kanna bara hvers konar prentara maður vill setja saman og hversu stóran og annað slíkt. En það sem það er að hafa kannski í huga er sá sem að býr til kitið, hvort það eru góða leiðbeiningar, og ef maður er ekki öruggur kannski þá er ekki gott að kaupa kannski eitthvað kitt sem er ekki með neinu leiðbeiningum og ekki með neitt fyrirtæki á baku sig endilega sem getur veitir þjónustu ef þið vantar aðstoð. Þannig að þá fer á svona aðeins eftir tæknikunnáttunni og hvað menn eru sjálfbjarga með að velja hvers konar kit þeir vilja kaupa sér. Og þá eins og segja myndu menn velja það og það sem ég myndi segja var í næsta sem menn ætla að spá í eftir að þeir eru ákveða hvort þeir ætla að kaupa kit og setja saman eða kaupa tilbúin prentara. Og það er að spyrja sig í hvað ætlar að nota prentaran og hvað prentefnið og sér fyrir þér að nota, og ef þú ætlar að nota eingöngu PLA og PETG prentefni sem að henta í rauninni fyrir flestar ef ekki allar típur af prenturum, þá hefur meira úrval en þá þarf það ekki að til dæmis að kaupa prentara sem er lokaður og í svona kassa. En ef þú sér fyrir þér að prenta fleiri efnum eins og ABS eða ASA eða einhverjum svona technical prentefnum, þá eru þau ofta krefjast þess að það sé lokaður prentari og sé með hitara, og ef það er málið og sér fyrir þér að prenta með þeim efnum, þá myndi ég ekki mæla með opnum prentara eins og svona prentara sem að færi prentflutin fram og tilbaka og hausinn upp og niður og til hægri og vinstri, svona Cartesian style prentara. Þá myndi ég frekar horfa á lokaðan Core XY prentara sem er lokaður og það er náttúrulega til mismunandi tegundir af þeim og stærðir og svoleiðis. En það kemur þá næsta efni, hvað stóran prentara þú telur þau þurfa, og það fer náttúrulega eftir hvað þú ætlar að prenta og hvort þetta eru litlir hlutir eða kannski ef þú vilt prenta hjálma eða svona cosplay hluti, þá viltu kannski ekki prenta það í mörgum hlutum, þú vilt geta ekki prenta alveg heila hjálm í einu og það gerir kannski ekki á litlum prentara. Og þannig að þú vilt kannski fá þér prentara sem er með stærri prentflut, þá vilt kannski velja prentara sem er 250 x 250 eða 300 eða 350 x 350 og allt eftir hvað hlutinir eru stóri sem þú vilt prenta. Svona minnstu prentararnir eru svona í kringu 200 x 200 og upp úr því, en það er alveg til prentarar alveg upp í hálfur metr x hálfur metr sem er kannski aðeins og stórt fyrir flesta, en það er til, þannig að það er hægt að velja stærðina. Svo þarf að hafa í huga hvort að prentarann fylgir hertur prentstútur eða hvort það er að kaupa það aukalega, og þannig er hægt í flestum prenturum að kaupa aukalega ef það fylgir ekki nú þegar prentarann herturstútur, og það leyfir þá að prenta prentefni sem eru til dæmis með carbon fiber eða glass fiber eða glow in the dark filament eyðileggja venjulega svona brassstúta bara alveg leið. Þannig að ef maður ætlar að prenta svoleiðis efni þá þarf maður að hafa hertan stút og þannig að það er að hafa það í huga. Svo þarf að hafa í huga ef að prentarinn til dæmis er ekki partur á hobbyinu þínu og þú vilt bara nota hann sem verkfæri, að hvernig supportið er og hvort það sé þjónustuaðili í kringu því, það sem að þú getur farið með prentarinn í viðgerð og láta gera við hann, eða hvort að fyrirtæki er með góða leiðbeiningar eða gott online support. Sem fyrirtæki er bara með e-mail eða forums eða eitthvað svoleiðis, það sem að þú ert eiginlega háður bara öðrum notendum til að fá aðstoð.
og það getur skipt máli ef þú ert ekki klár á prentarinn að bilar eitthvað að þurfa ekki að senda hann í viðgerð. Það tekur tíma og kostnaði fylgir því líka ef það þarf að senda hann eitthvað. Þannig að það þarf að hafa í huga hvernig stuðningurinn við prentarinn er, hvort fyrirtækið er gott, hvað það varðar, eða hvort það er þjónustaðili nálægt þér sem getur hjálpað þér. Svo þegar þú ert búin að finna þetta út nokkurn veginn, þá náttúrulega spáði hvað þessi prentar að kosta. Það er allur gangur á því og geta að kosta tiltölulega lítið og þá kannski kring 50-60 skall eða alveg upp í 1.000.000 eða 700.000-800.000. Þannig að það getur verið mikill munur á prenturum hvað það kosta. Og annar eiginleiki sem að prentarar hafa, það er spurning hvort að þú viljir að prentarinn geti prentað í mörgum litum í einu, og það er svona skiptist í tvennt eiginlega prentarar sem geta gert það. Það er annars vegar prentarar sem að kallast svona tool changers, þar sem eru margir prenthausar eða margir prentstútar eða þá prentarar sem eru með eitthvað svona kerfi þar sem að hlaða inn prentefni, prenta með því, taka það út, hlaða næsta prentefni í og prenta þá í sitt hvoru litnum, alltaf sama prentstútnum, og það hefur svona kosta galla með það sem eru með marga prenthausa. Helsti ókostunum við prentara sem að prenta marga liti en ekki með marga prenthausa, það er að þeir þurfa að losa sig við gamla litin úr prentstútnum og þá keyra þeir út prentefni og henda því til hliðar. Og það getur verið töluvert mikið magna plasti sem að fer í gegnum prentarann sem er reynilega bara beint í ruslið. Þannig að það er ókostur við þannig prentara sem eru fyrir marga liti en eru ekki með marga prentstúta eða prenthausa, og það tekur líka tíma að prenta þannig út marga liti, og það kannski það skipuleggja sig aðeins að ef maður ætlar að prenta út mikið af sama módelinu, að ekki prenta eitt og eitt í einu, heldur prenta mörg módel á sama tíma á prentflitinum ef það er mögulegt plásslega séð, og þá hlutfallslega minna prentefni sem að fer bara í ruslið. Þannig að það er eitthvað sem maður þarf að spá í aðeins líka. En þetta er heldur svona helsta sem að menn þurfa aðeins að spá í áður en kaupa prentara. Það er hvort maður vill setja prentara saman, hvað hann á að vera stór, hvað maður ætlar að prenta, hvað er prentefni, hvernig er þjónustan og svoleiðis. Getur maður gert við hann sjálfur með aðstoð framleiðenda eða þarf maður að fara með hann í viðgerð ef maður hefur ekki góða aðstöðu sjálfur til að gera við hann. Þannig að það er pælingar. Og svo marglita prentarar eða ekki marglita prentarar, og stútarnir, hvað þeir þurfa að vera fyrir prentefni sem að krefst þess að setja með hertan prentstút. Þannig að þetta er allt saman pælingar, og svo verðið náttúrulega. Þannig að það er margt að hafa í huga þegar maður ætlar að velja sér prentara, og prentari sem henda mér hendar ekki endilega þér og sömuleiðis í öfuga átt. Þannig að það er til náttúrulega mjög margar útgáfur af prenturum, og menn þurfa að finna sér aðeins bara svona hvað þeir ætla að gera sjálfur og skoða bara á netinu. Það er endalaus svona umfjöllun prentara á netinu, á YouTube til dæmis, og mann geta kynnt sér mjög vel hallast í einhver átt að skoða kosti og galla og skoða review á YouTube til dæmis prentarana. Þannig að maður kaupi ekki köttinn í sekknum, að kaupa eitthvað sem hendar ekki eða er hreinlega bara ekki nógu góð vara. Það er til fullt af lélegum 3D prenturum á netinu sem maður getur keypt sér. Þannig að það er að varast það líka að ef maður spara sér ómikið þá kannski býr maður sér til vandamál síðar, og það var áður fyrr sérstaklega meira prenturum sem voru mjög ódýrir, og fyrsta sem þú ættir að gera var að uppfæra prentarann og eyða meira í uppfærslur en prentarinn kostaði til þess að gera hann almennilegan. En það er nú búin að skána töluvert á síðustu árum að prentarar öll í jöfnu eru orðið bara þokkalega góðir þegar þú kaupir það. En þetta er það sem ég held að segja um þetta efni, og ég vona að þú hefur lært eitthvað af þessu og kíkir á fleiri vídeó hjá mér. Og takk fyrir mig.